nótt í nótt á Íslandi þá var náttúrulega All-Star leikurinn og öll helgin lögð undir sennilega hjá flestum körfubolta áhugamönnum og línuna ég komið með hann Gunnar Björn Helgason sem að, hann fylgist með yfirleitt alltaf helstu leikjum. Heill og sæll félagi? Já, blessaðinu, hvað segirðu? Bara ljómandi brattur, kannski byrjið svona fyrir hlustandan, þú átt þitt upp á slið væntanlega alltaf í NBA-deildinni? Já, svona nokkur. Það nokkur? Já, það Minnesota og Golden State og ég alltaf verið svolítið sveikjast maður. Já, auðvitað, og þannig að það svona bara eftir hvernig gengur eða ekki? Jú, ég hef nú svona í gegnum tína meira fylgst með leikmönnum, sko. Ég svolítið sér á báti, sko, ég flakka svolítið á milli liða, ég fylgdi sjakkleikja. Já. Þannig, en í grunni var ég nú leikast maður, en svo tók ég góða pásuna að kópi og Já, það ég aftur að byrja að kíkja á fáningar. Já, nákvæmlega, Þú væntanlega fylgst eða ekki með All-Star helginni svona með öðru augunum helgina eða ekki? Nei, bara svona með öðru augunum. Ég hef ekki mikið áhuga á stjörnuleiknum sjálfur. Nei, mitt. Þetta er sýning sem svona, ég hef ekki tvoðað gaman á, það bara verið að tvoða á menna ekki að spila vörn og ég aldrei verið fyrir svona hálfismeitur og það skemmtilega. Þetta náttúrulega meira bara svona sjó eins og Harlem Globetrotters eða eitthvað álíka? Þetta svolítið meira þannig, sko, en ég hef svolítið gaman að trópa í kemna fyrir geta að kemna, að skoða það, svo. Já, annars kannski einu skemmtilegu All-Star-leikinni það þegar verður svona keppnis á milli austurs og vesturs þegar verið að spila vörn og svona, það kemur samt allt og sjaldan fyrir? Það kemur allt og sjaldan fyrir því miður út að þetta gæti verið alveg rosalega skemmtilega og spennandi leikið út að það gæðin á þessu leikmenn með alveg skugganleg. Nákvæmlega. Það var mikil umræðin einmitt hvort að Kevin Durant og Westbrook getu spilað saman í vestudeildinni. Það búið að vera mikill æsingur og svona, það kannski meiri fjölmiðla æsingur svona í kringu á þessari leiktíð. Já, búið að vera mikill fjölmiðla æsingur í kringu og það skilja það Kevin Durant fer til Golden State. OKC-lið var náttúrulega alveg á mörgum að fara í úrslit, sko. Já. Þannig að maður skilur kannski Westbrook eða sumleikja að svolítið sá. Já. En þeir létu það nú ekkert á sig fá og aftur allan eitt mjög flott play á þarna þeir eru búin að sjá. Þess að Durant sendir allíupsendingu á Westbrook og það menn var nú kannski ekki alveg. Það getur allan að fagmann þeir eru inni á vefsinu. Svo voru það hann. Já, einmitt. En hvernig svona, finnst þér NBA-deildin búin að vera þessa leiktíð? Það byggust náttúrulega allir við svona Golden State sterkastur og Cleveland en þetta búið að vera samt svona spennandi að fylgjast með öðrum liðum í deildinni? Já, það svona fullt af litlum og spennandi söddflokkum, sko. Það er stóra myndin, sko, það hvað lið fær í úrslit, það svona nokkuð skrifað í skíin að verði stór meiðsli, sko. Það Golden State og Cleveland en þú veist þessi litlu soppast eins og þú veist hvað Houston skemmtilegir og hvað Westbrook að gera með að setja þrefald og tennu sem svona sögulegt og sama sísoni hjá Harden verður sögulegt svo gaman að fylgjast með Isaiah Thomas og Boston var að setja félagsmet í fjölda leikja í röð 20 krús svo getur við farið með það, sko, hvað að gerast að Minnesota. Það sem var skemmtilegt svo flott og núna hjá New Orleans, það sem Cousins komið til þess þeirra og Zion Scott Brooks, hann svolítið svona, gangi gegn endurnýjum lífdaga hjá Washington. Sína sig og sanna, sko, sem góðu þjálfari og Spurs. Það mjög sama hverju hægt að fara og byrja það alltaf bara 60 leiki pluss á hverju ári og Big Bass hvernig þeir einhvern veginn klúður alltaf hlutunum það er að fara á hvert einasta liði það svona pink áhugavert söfnokk sem hefur kannski sko ekki að segja á stóruminn En það kannski svona, maður horfir yfir hvernig þetta getur farið svo í úrslitakeppninni, þegar úrslitakeppnin hafin, þá bara, þannig séð það ekki bara ný deild, eða svona, þannig séð.
fyrir mér þetta bara einhvern veginn úrslitakeppnin var að byrja í dag, þá þetta er ekki voðalega spennandi, sko. Það ekki finna að koma í úrslit sem ég held að verði spennandi. Kannski ekki þá, sko, það mér sýnir Golden State að það er mikið að koma gerast til að þeir verða ekki meistarar, sko. Já. Það er þá bara, já, eins og maður segir kannski ef maður horfir á þennan hóp eins og Golden State, það virðist, ef maður hugsar út í það er nógu samt, það er engin leikmaður, ef leikmaður eitthvað meiðist, er þeir þá ekki einu sinni í hættu að fara alla leið? Já, fyrir náttúrulega líka meiðist, sko, Durant meiðist, sko, þá gæti nú Durant eða Curry meiðist, sko, þá gæti nú kannski mista úrslitum, sko, en ég hugsi komist nú úrslit ef einhver annar meiðist. En ég var ekki alveg tilbúin að veðja á því úrslitum, sko, kannski Durant, Green eða Thompson er meiddur, sko. Þess að fyrir utan þess að 4 stóru þegar hann, sko, þá ætla ég að veðja á þá, sko. Nú oft finnst fjölmiðlum og almenna áhugamönnum oft gaman að gagnrýna sem við kallar oft kóngina LeBron James. Það var nú einna tala það daginn sem að fór á leik með honum hérna New York og Cleveland og þá var hann að tala hvað hann sá, hvað hann var góður. Hann bara tók yfir þegar það þurfti að gera. Annars var hann bara svona með einhvern veginn. Já, sko, LeBron er náttúrulega góðan á þann aldur. Hann er náttúrulega svakalega reynslu og veit hvenær hann getur slakað á og hvenær hann fara ólinn. Og það er náttúrulega einn af þessum mönnum, sko, sem gerir alla í kringu sig svo mikið betur. Þannig að hann einhvern veginn virðist hafa hennan hæfileika að vita að nú þarf ég bara virkilega taka yfir leikinn og vinna. Það sé bara eins og Jordan gerði og þessar helstu stjórnstjörnur bara að gera. Það er náttúrulega ennþá einn sem bestu leikinn og deildarna er ekki svo besti, sko. Já, náttúrulega. Svona í lokinu, ég slepp þér að því við erum að falla á tíma, eins og þú segir, úrslitaleikirnir, en þegar það er komið í finals, er nokkuð eitthvað hægt að segja hvort liðið myndi þá taka hvort annað? Já, náttúrulega aldrei hægt að segja neitt, sko, eins og til á held ég að Golden State myndi nú vinna þetta nokkuð örugglega, sko. Og helst það en það getur allt komið fyrir. Það er náttúrulega röð Afrika í fyrra að gera það verkum að Cleveland vinnur með því Golden State. Ég reikna með því svona öllu jöfnu að þá vinnur Golden State. Já, nákvæmlega. Gunnar Björn Helgason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og